Jæja, góðir áheyrendur, velkomnir í þátt númer 126 af sjónvarpslausum fimmtudögum. Það er sumarfrí þingmanna er svona það bil runnið sitt skeið á enda þetta sumarið. Ríkisstjórnin átti sinn fyrsta fund núna á þriðjudaginn. Það svona var eitt og annað sem að birtist eftir hann sem að svona menn klóra sér í kollinum yfir en þetta er nú búið að vera þingi stóð fram í miðjan júlí og nú erum við hérna 13. ágúst að taka upp fyrsta þátt eftir sumarfrí og Sigmundur Davíð, hvernig líst þér á hvernig sumarið það var nú svona furðu mikið frétta, já kannski fyrst hvernig við farið því í sumar? Alveg þokkalega. Ég er jafnvel að spá að fara í heitan pott í kvöld og það hvarflaði að mér að vera í útsendingu með þér úr heita pottinum. En svo þegar ég hugsaði það áfram þá gæti það bara enda með slysi. Græjurnar gætu blotnað og Ég hugsaði bara þegar þú segir þetta bara hvað gæti klikkað í raun ef þú ætlaðir að taka upp. En það sem ég er stattur þá er reynda búið að vera mikið vandamál að koma heitu vatni í pottin. Nú, Það er svo margt fólk hérna, ferðamenn, íbúar, fólk í sumarhúsum, og fjölgað mjög hérna á svæðinu, þannig að það er hann heita var skortur. En ég var búinn að safna heitu vatni í pottinn, setja lokið á og var tilbúinn að fara í pottinn þegar að þú hafði samband og myndi mig á að það væri komin tíma þátt. En ég fór ekki ofan í. Kannski gerist það í miðjum þætti ef þetta dregst á langtíma. Já, ef þetta endar í 3 tímum þá færðu hérna pottaferðarleyfi eftir svona cirka 2. En sko, ætli ekki Kristrún og ríkisstjórnin að fara að fækka ferðamönnum þannig að þetta geti nú svona orðið sjálfleysandi vandamáli framheldur sem horfir? Já, það dragur öllu sem að geti hugsanlega gefið samfélaginu einhverja tekjur, verðmætasköpun. Það virðist vera stefnan. Já, það virðist vera, sko. Þetta er búið að vera mjög óvenjulegt sumar. Ég er náttúrulega búinn að vera í þessum bransa í næstu 25 ár eins og ég hef nefnt áður. Og ég man ekki eftir svona sumri þar sem að pólitíkin hefur verið eins áberandi og núna. Því að yfirleitt hefur raunin verið svo á Íslandi að það fer allt í dvala í júlí og það gerist ekkert fyrir en eftir verslunarmannahelgi en þessi júlí var bara ESB brjálaðis júlí. Já, já. Og mjög óvenjulegt, en sýnir á hvaða leið þessi ríkisstjórn er. Ég veit svo sem ekki hvort að forsætisráðherrann er kátur með það, hvernig Þorgerður og Viðreisn hafa tekið stjórnina í þessari ríkisstjórn. En kannski er hún bara rólega á meðan með þetta fylgi. En er hún ekki bara föst aldrei, sko? Þú veist, að því Kristrún hlýtur á óttast það að þetta þjófstart Evrópu aðlugunar Evrópusambandinu, að þetta muni kalla fram áhrifin sem hún var að forðast og lýsti mjög svona ítarlega í aðdraganda kosninga að hún vildi forðast að kljúfa þjóðina. Fyrir kosningar gerði hún sér grein fyrir ýmsu sem að hún virðist hafa gleymt eftir kosningar. Ætli hún hefði gleymt því þegar hún áttaði sig á því að hún hefði svona slaka samningsstöðu gagnvart Þorgerði eða? Ég veit ekki hvort að maður bara segja að Þorgerður hafi platað hana eða hvað á að kalla þetta en Kristrún allavega í all nokkrum viðtölum fyrir kosningar lýsti þessu ágjörlega að þetta var ekki sem þjóðin til að halda. Hún reyndar sagði líka að hún ætlaði ekki að fara í skattlagningu á atvinnuvegina nema mjög hægt og í skrefum og svo gekk það ekki eftir heldur. Nei, búið með sjávarútveginn og við ferðaþjónustan næst og svo kolli. Þetta er auðvitað vandi nútíma stjórnmálana eins og okkur hefur orðið tíðrætt síðustu 20 árin í þessum þáttum að það er mjög lítið samhengi milli þess sem að margir segja fyrir kosningar og þess sem þeir gera eftir kosningar. Já, það er svona kannski ef eitthvað er
alltumlykjandi vandamál í íslenskri pólitík, þá er það það. Mm. En þetta er búið að vera í rauninni alveg ótrúlegt sko, því að þinginu er slitið þarna, eða því frestað, hvað, 14. júlí ef ég man rétt, og er það ekki 17. nei, 16. 16. eða 17. sem að Ursula von der Leyen mætir allt inn til landsins, og sko, Já. telur þú einhverja líkur á því að þessi heimsókn Ursula hafi verið ákveðin þarna eftir að þing fór heim? Nei, 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 nei. Hvernig í Nei, 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 nei. veröldinni sko, og hvaða hagsmuna er verið að gæta og hvað er verið að passa upp á með því að hafa svona mikla, ja, svona þessa heimsókn og undirbúning hennar í svona mikilli kyrrþey þar til þingið er farið heim? Já, þetta er bara allt á sömu bókina lært. Það er eindregin vilji til að forðast allar fréttir sem að gætu ruggað Evrópusambandsfleytunni þeirra og þetta er eitt af því. Ursula von der Leyen er ekkert að mæta til Íslands í miðjan júlí bara svona óforvarendis Nei, þetta er ekki og, nokkrum til hugar. og ekki að ástæðu lausu. En svo kemur í ljós eftir komu hennar, þá er nú margt skrítið við þessa heimsókn. Við byrjum á því og margt sem að kannski stóðst ekki skoðun af því sem að sagt hefur verið um þessa heimsókn. En eitt af því sem að koma á daginn var að forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann hefðu vitað af áformum Evrópusambandsins um að refsa okkur og Norðmönnum alveg sérstaklega með nýjum tollum fyrir heimsóknuna. Já, akkurat. Og fyrir þingfrestun sko. Og fyrir þingfrestun. Og svo er því haldið fram að þetta hafi nú verið rætt heilmikið við hana á þeim leynifundum sem áttu sér stað. En það var, ef svo var raun, þá var allavega ekki sagt frá því opinberlega. Og það var sannanlega ekki nefnt á frægum blaðamannafundi þar sem að einhver hafði viljað að Úrsúla fengi spurningarnar allar fyrirfram með tveggja sólarhringa fyrirvara og svo var fallist á eins sólarhrings fyrirvara. Sko, en sko, manni þóttir nú einhvern veginn blasa við að svona megin hlutverk eða tilgangur þessara komu væri að Ursula svona staðfesti þessa afstöðu sérstaklega Viðreisnar að aðlögunar umræðuna væru bara þar sem að Össur og Jóhanna og Steingrímur steyttu á skeri forðum, en sko er ekki, síðan eru þetta þessi samningar sem að Viðreisnarráðherrarnir hafa verið að undirrita, bæði varðandi utanríkismálin og síðan sko málefni hafs- og sjávarútvegs sem Anna Katrín undirritaði, og þetta eru einhvers slags svona menn eru svona komnir í svona aðlögun með þessu og í rauninni ríkisstjórnin komin á fulla ferð í aðlögunar ferlinu áður en að nokkurn tíman er búið til þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu sem að allt hverfðist hjá Viðreisn þarna strax í byrjun. Já, sko, nú kveikir í mér á þeimur stöðum ég er. Já, þú gæti þurft að fara í heitapottin til þess að ná þig niður, en hérna, látum á þetta reyna. Ég þarf að kæla hann. Já. Sko, byrjum á þessu sem maður er nú orðin leiður á að segja frá eiginlega, því það þurft svo ofta að rifja þetta upp, því að menn einfallega reyna að líta framhjá því eins og þeir geta í trausti þess að fólk vita ekkert hvað hefur gengið á. Þetta með að Ísland sé ennþá umsóknarríki. Ég skal ekki fara í löngusöguna. Nei, tökum stund. En það er iðulega sagt að umsóknin hafi ekki verið alveg dregin tilbaka og þá er vísað í bréf sem var sendt á fertugsafmælinu mínu 12. mars 2015. Ok, það lá alveg fyrir hvert tilgangur þess bréfs var. Það hefur komið fram. Það var að slíta umsókninni með kurteisislegu orðalagi. Af því að það var beinlínis beiðni það að við verum ekki of Íslendingar grófir í orðalagi gagnvart Evrópusambandinu þegar það var í einni af sínum tilvistarkrísum. Eftir að þetta bréf fór,
þá kom einhverjar athugasemdir það, kannski væri nú ekki alveg búið að draga umsóknina tilbaka og það var bent á það að Ísland væri nú enn að finna okkur listum yfir umsóknaríki eða fyrirverandi umsóknaríki og einhvers slíkt. Þá fór ég til Brussel til að leiðrétta það. Fór og hitti Jean-Claude Juncker, forvera Úrsulu, vinkun okkar, og Donald Tusk, sem nú er hann forsætisráðherra í Póllandi, og sagði þeim að umsóknin væri dregin tilbaka. Hún væri dauð, hún væri úr sögun, hún væri farin. Við varum hættir. Og þeir skildu þetta. Og ég gerði athugasemd við það en þá væri Ísland á einhverjum listum yfir ríki í einhverju biðstöð einhvers staðar. Og það var svarið að já, þetta taki tíma að uppfæra kerfin og eitthvað svona. Allavega eftir þessa heimsókn, þá var Ísland tekið út af öllum listum. Og nú enn þann dag í dag er Ísland hvergi á lista yfir umsóknarríki í aðlögun, umsóknarríki í bið, umsóknarríki í frosti, mjög nokkuð annað. Alls konar löndur þarna, Tyrkland, það sem ekkert hefur gerst í 20 ár, búin að vera í frosti í 20 ár, bið. Georgía, Moldóva, bara nefndu það, ekki Ísland. Þetta fékkst algjörlega hreint á þessum tímapunkti. En samt er haldið áfram og þetta er það sem pirrar mig svo við stjórnmálin að menn komast svo mikið upp með það að líta fram hjá raunveruleika. Samt er haldið áfram að reyna að telja fólki trúum að það sé þetta greiða atkvæðum hvort við bara að halda áfram, klára þetta, klára að sjá hvað er í pakkanum og fullkomin della. En skrýtnast af öllu finnst mér þó að ríkisstjórnin skuli yfir höfuð vilja nálgast þetta með þeim hætti. Því að hvað er stjórnin að segja núna? Hún er að segja það að hún vilji að við tökum upp þráðinn þar sem að Össur, Steingrímur og Jóhanna skildu við hann. Að við föllumst á allt sem að Össur og þau voru búin að gefa eftir og byrjum þar. Af hverju ætti ríkisstjórnin að vilja það? Ef hún trúir því raunverulega að það sé eitthvað til sem heitir samningar aðild að Evrópusambandinu. Og þú myndir nú að það í góðum pistli í Morgunblaðinu, ekkert alls fyrir löngu, þegar að, ég sé að fleiri hafa tekið upp núna, þegar að Össur átti fund með Stefáni Füle, þá var þetta stækkunarstjóra, og Össur fór eitthvað að reyna einhverju orðskrúð og reyna að útskýra að Evrópusambandið hefði nú mikla eiginleika til að finna lausnir og koma til móts við umsóknarríkin. Og Füle, honum var bara ekkert skemmt og sá ástæða til að grípa inn í sem menn gera nú almennt ekki á svona fundum. Þetta var mjög sérstakt en það er augljóst að Füle ofbauð. Já, ofbauð algjörlega og sagði, svo það sé á hreinu, þá er ekkert til sem heitir varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins. Akkúrat. Það var þetta útskýrt. En aftur núna, meir en 10 árum seinna, fáum við þetta upp að þá er að selja landsmönnum þessa umsókn á fölskum forsendum og fá fólk til þess að greiða atkvæði manna á fölskum forsendum, telja fólki trúum að þetta sé eitthvað með það að bara tjekka á þessu, kikki í pakkan. Já, svo hitt tvennt sem hún nefndir. Hún nefndir samkomulag sjávarútvegsmál og varnarmál, var það ekki? Jú. Utanríkis og varnarmál. Þú manst nú eftir því, var þetta seinna atriðið, hvað ég í utanríkismálanefndinni og inn á þingfundum reyndi að draga það fram og þetta kom í rétt að nefna það. Þetta kom í framhaldi af umfjöllun vefsíðum stjórnmál sem heitir stjórnmál.is sem að Hjörtur J. Guðmundsson heldur úti. Akkúrat, ríðið sko síðan. Já, mjög áður síðan. Það sem hann hafði bent á að í raun væri þarna Ísland að gefa eftir stjórn á utanríkismálum. Ég hafði kvartað yfir þessu áður í utanríkismálanefndinni, svo birtist þetta og ég fylgdi því eftir í þinginu. Og utanríkisráðherrann, bæði í nefndinni og í þinginu, fullyrði það að
þetta sé bara ekki rétt, að í þessu felist engin eftirgjöf á forræði okkar yfir utanríkismálum. Herðu, þessi fyrrnefndi Hjörtur, hann bara hafði fyrir því að senda erindi á Evrópusambandið og fekk svar. Já, Og það var þess leið, að þá leið jú, vissulega, Ísland væri hérna búin að undirrita það að gefa eftir af eigin stjórn yfir utanríkismálum. Sama með sjávarútvegs samningin sem að Anna Katrín undirritaði. Og allir gáttu gefið sér að væri liður í þessu leikriti. Þrátt fyrir að þrætt hefði verið um það. Þetta er nú bara eitthvað svona til að sína velvild um vernd fiskstofn og eitthvað svona. Nei, Evrópusambandi lítur ekki þannig á. Það lítur þannig á að Ísland sé búið að falast eftir því og undirrita það að við ætlum að vera í samstarfið ESB sjávarútvegsmál. akkurat. Og það er nú ekki eins og það hefði gengið sérstaklega vel hjá Evrópusambandinu að stýra þessum sjávarútvegsmál. Það snýst allt um þetta. Það snýst allt um það að tróða Íslandin í ESB eitt skref í einu, manstu, salami-taktikinn, taka smátt og smátt, fleiri og fleiri skref og segja í hverju skrefi þetta breytir engu, þar til að þau getur sagt, já, við erum í rauninni bara komin inn í ESB. Nefnitt. Þetta er nú málið, sko, og í þessu þykja mér fela svo mikil óheilindi gagnvart í hvernig, sko, flokkarnir, sérstaklega Samfylkingin, lögðu þessi mál upp í aðdraganda kosninga og í rauninni í gegnum svona að fari svona aðeins undan í flæmingi og reynda að gera lítið úr þessari yfirvofandi atkvæðagreiðslu 2027 mögulega áframhaldi atkvæðagreiðslu aðlögunarviðræður. Og þá svona reynt að spila svona heldur niður þann hluta þegar stjórnarsamstarfið var kynnt en svo bara fer hraðalestin bara á fulla fart hjá Viðreisn og það er enginn sem spyrnir við fótum og allra síst Inga Sæland. Já, já. Ég menn Inga Sæland, við hverju býstu af flokki fólksins? Flokki sem í rauninni gaf allt sitt eftir og líður bara alveg óskaplega vel að vera komin í ríkisstjórn. Já, já. Hvenær heldur að sá flokkur láti brjóta einhverjum prinsipum? Heyrðu, mér átti áhugavert, ég sá þarna einhverja yfirlýsingu frá formanni flokksins Ingu Sæland frá Tene í síðustu viku. Það sem hún var að svona lýsa hennu ýmsa yfir og hérna meðal annars því að öryrkjar gætu nú aldeilis treyst því að 1. september myndi laun þeirra hækka eða greiðslu til þeirra hækka um 10.000. Heyrðu, þetta satt nú eitthvað svona skringil í mér að Inga væri að lýsa þessu sem sínum árangri í ráðherratíð sinni, svona hér um bil. Og þetta var þetta málið sem kannski er að grunninn til hugmyndir Péturs Blöndals heitin, sko. Bjarni var síðan vassast í þessu og Guðmundur Ingi Guðbrandsson leggur fram mál á síðasta þingi sem að með minnir hafi verið verðlagt á 18 milljarða á ári með breytingar á almannatryggingakerfinu en svo fór ég svona aðeins að það var eitthvað svona off við að Inga Sæland væri að svona gera þetta sínu og ég skoðaði atkvæðagreiðslunum málið og þá hitti bara þannig á að það var einn þingflokkur á síðasta kjörtímabili sem að greiddi ekki atkvæði með málinu og það var Flokkur fólksins. Já, já. Þetta er allt og sem búkinn á lært. Þetta er svona, þetta var nú eiginlega svona nýtt héraðsmet í ósvífni allavega í Tenerife-hreppi held ég. Já, já, en gallinn er samt sá hversu margir komast upp með svona nálgun á pólitíkina. Já, já. Að láta bara eins og þeir hafa aldrei sagt það sem þeir sögðu, aldrei haft á stefnu sem þeir boðu eða tilkynnum það að þeir ætla að gera eitthvað allt annað en þeir raunverulega ætla. Já, já. Sjáðu bara... En það er svona treyst á að enginn mun eftir því að þau stutt ekki málið, sko. Já, já, treystir á það. En mann fólk eftir því? Nei, sennilega ekki. Það er vandamálið. En komast nefnilega upp með það að vera sjálfum sér ekki samkvæmir og leika einhverja popúlíska leiki, hvort sem eru í stjórnarandstöðu eða í ríkisstjórn og Flokkur fólksins hefur sannarlega gert út á það.
og verið ófeimin við það alveg frá því að samgönguráðherrann kom í held ég fyrsta viðtal sem tekið var við ráðherra í þessari nýju ríkisstjórn og sagðist að sjálfsögðu ætla að styðja bókun 35 Já, en já, það væri hann já. komin í ríkisstjórn og Inga Sæland útskýrði daginn eftir að það er um bil að já, auðvitað geti Flokkur fólksins ekki staðið við sín kosningalófar en það hefði hann ekki fengið við 51% atkvæða. Já, ótrúlega yfirlýsing. Þetta er allt svona og ég verð nú bara í þessu samhengi að reyna að höfða til kjósenda því að kjósendur margir hverjir oft á tíðum eru ósáttir við stjórnmálamenn og eðlilega þeir eru ekki að skila því sem að þeir lofa. En við kjósendur vil ég þá segja þið kjósendur þurfið þá að fylgjast með því fyrir hvað menn standa, hvað þeir segja, við hvað þeir standa og við hvað ekki og hafa atkvæðum ykkar í samræmi við það. Mhm. Uh, þetta er búin að vera vandi á Vesturlöndum að lengi að stjórnmálamenn hafa komist upp með það að segja eitthvað allt annað heldur en þeir svo raunverulega að gera. Stundum þykjast þeir til að telja tilefni til og þykjast þeir skilja áhyggjur almennings af einhverju máli en þegar framleiða stundir þá gera þeir ekkert í samræmi við yfirlýsingarnar. Nei, nei. Nýjasta dæmið er dómsmálaráðherra. Sástu greinarnar frá dómsmálaráðherra innflytjendamálin. Já, já, já. Fínar greinar. Og margt þar sem að mér fannst vera nánast orðrétt upp úr því sem að við höfum verið að benda á, já, frá upphafi. Og því lýst að það fyrst að taka á þessu. Þetta gengi ekki svona lengur. Og hvað var að tala um? Jó, einhver frumvörp sem að hún var þegar búin að leggja fram og reyndar voru nokkurn veginn sömu frumvörp og það sem við köllum litlu útlendingamálin sem að sjálfstæðisflokkurinn blessaður kom með það í lokin og náði ekki í gegn meðal annars vegna aðstöðu Viðreisnar. Já, já. Hann bara farið í málþóf. Herðu, fjórða sæti. Eftir, ef ég mann rétt, fjórða mest umrædda málið var eitt af litlu útlendingafrumvörpunum sem að sjálfstæðismennirnir voru komnir með hvað, 5. sinn? Já, já. Var það svona ofar á listan? Sko. Ég held að það verið í fjórða sæti. Helviti, það er vel gert í það. Ég hef reynt að tekið þátt í 3 lengstu umræðum þingsugunar. Veiðigjöldunum sem að tóku nú forystuna nýverið og þar lýstum við fyrst og næst áhyggjum af sveitarfélögunum, minni sveitarfélögum og atvinnulífi hringinn í kringum landið. Já, bara litlu og millistóru útgerðunum sko, og þessu fyrirtækin sem er að þjónusta sjávarútveginn. Orkupakki 3 og SF. Akkúrat. Svo held ég bara að eitt af litlu útlendingamálum sem hefði svo mikið leyst neitt en svona frekar til bóta hafi náð með 4. sætinu og meðal annars með þáttöku Viðreisnar. Já, ég þarf að skoða þetta. Það sem að dómsmálaráðherra núna til að segja að það sé ljósið og ég segi bara fagna því en spyr á móti hvað ætlar að gera í því ef þú skilur ástandið ætlar að koma með frumvörp og fá félaga að vera með þér til að styðja þau sem að taka raunverulega á þessu máli. Því það sem ég hef séð frá stjórnvöldum víða á Vesturlöndum í þessum málaflokki ár eftir ár er það koma stöku sinnum fram stjórnmálamenn sem að segja þeir skilja áhyggjur almennings og þetta sé nú ekki nógu gott. Og svo líður og býður og það gerist ekkert. Það gerist ekki neitt. Og þetta er í rauninni verra. Það má alveg halda því fram. Að það sé verra en að það hafi ekki sagt þetta til að byrja með. Af því að með þessu er verið að kveikja væntingar, einhverja von sem að heldur fólki svona rólegu í 12 mánuði, 18 mánuði en eitthvað og svo gerist ekki neitt. Með öðrum orðum, þetta hefur oft á tíðum verið notað til að viðhalda vandamálunum. Já, kaupa sér skjól.
kaupa sér skjól í einhvern tíma. Uh, Og meðan magnast vandamálið upp. já, Já, já. þetta maður séð aftur og aftur í fjölmörgum löndum. Og sko, og einhvern veginn sko grunar mig að já, við þurftum nú að skera dómsmálaráðherra niður úr snörunni á síðasta þingi eða svona í rauninni hosa eitt Heyrðu, mála hennar inn á dagskrá það Alþingis voru ekki þegar, tvö af jú, litlu það eru málum tvö, hennar. alveg rétt, tvö af málum hennar sem Þú, að hérna, þú sem að við lagðir það til. mm, Þú komst með dagskrártillögu. já, Það er já, ekki víst að hlustundur viti almennt hvað það er. En það er tillaga sem er lögð fram fyrir þingið að ákveðið mál verði tekið á dagskrá á ákveðnum tímapunkti. Og þú lagði til að hjálpa fyrrverandi dómsmálaráðherra að útlendingamálin hennar eru sett efst á dagskrá. mhm, Af því að þau voru neðst á dagskrá. já, já. Ríkisstjórnin hafði raðað dagskráni, sett þessi mál neðst. Þú lagði til að þau eru farið efst. Ef ég mann rétt var það fellt en svo sama dag var það fellt eða var það breytið Nei, baka. þetta var þannig að það var í rauninni samið á Það var seinni samið, fundi já. dagsins yrði að því þau vildi ekki greiða atkvæðum þetta því ég virtist Einmitt. vera þannig að þetta var orðið fyrsta mál á dagskrá seinni fundar þess dags. En Já. það skrýtna var að Dagur B. Eggertsson hafði farið mikinn í pistli í Morgunblaðinu þarna daginn áður, þar sem hann lýsti því að við værum að stöðva þessi mál dómsmálaráðherra með því að bara fara í ræður hinn ýmsu mál, þetta var allt einhver furðulegu pistill hjá honum. En hérna, og svo bara gerðum við tillögum að þessi mál yrðu bara fremst á dagskrá og það leið greinilega öllum stjórnarliðum mjög illa með að þetta atvikaðist með þessum hætti en úr varð að það var um þetta samið og málin kláruð bara seinna þann dag í gegnum aðra umræðu og svo gott ef þriðja umræða kláraðist ekki bara daginn eftir. En svo gerðist þetta nefnilega nokkru sinnum aftur að það var lögð fram dagskrártillaga sem að stjórnarliðar felldu en daginn eftir var það mál sem hafði verið lagt til að yrði fremst á dagskrá var það orðið fremst á dagskrá þannig að Já. allar og þetta kölluðu þessir algölnustu í stjórnarliðinu tilraunir til valdaráns og ég veit ekki hvað sko. Bara, þetta er bara En gerðu síðan það sem að þú hafi lagt til. Já, já, Já. akkurat, allt einhver tóm vittleysa hjá þessu ágæta fólki, sko. Og einhver svona óbalans, einhvern jafnvægisleysi í þeim upp til hópa. Og því að þær voru nú ekki galnar en svo, þessar meintu valdaránstilraunir, að allar voru þær orðnar að dagskrá þingsins sólarhring síðar. Einmitt. Heyrðu, En talandi um þetta. það þurfti fyrst að fella þær, sko. Það var mjög Já, já. mikilvægt. Ég var að lesa áðan fjölmiðlarýni Viðskiptablaðsins. Já, ég Það sem voru að fjalla um ætla að lesa það eftir. Ég var ekki búinn að því. óvinnlegt ástand það væri að Ríkisútvarpið og félagar og sérfræðingar þeirra hefðu helst vilja ræða bara um stjórnarandstöðuna frekar en ríkisstjórnina á undanförnu. Og þarna voru þetta tilkallaðir allir þessir helstu vinnur okkar eins og Ólafur Þ. og slíkir Mhm. sem að er nú held ég hljóta að vera bara ráðgjafar stjórnarflokkana eða samfylkingarinnar í hjáverkum. En ég veit ekki um það, kannski er þetta bara að gera það ókeypis, ég er ekki að segja þessi á launum við það. Já, allir eru alltaf launum með einum öðrum hætti, láta það nú líka með til hluta. Já, frá skattgreiðendum á einn og þennan hátt. Já, já. En þar var einmitt þetta dregið fram hversu óvinnlegt ástand þetta væri að fjölmiðlar sem er hverjir veigruðu sér mjög við að gagnrýna ríkisstjórnina en vildu helst tala um stjórnarandstöðuna. Og stjórnarandstaða er náttúrulega, svo við munum vel á síðasta kjörtímabili er eðlis ólík ríkisstjórn á því leita að hún er ekki mynduð sérstaklega, hún er ekki mynduð neitt. Akkurat. Það er bara þeir sem að verða afgangs, ekki bara að segja það. Akkurat. Þeir sem að fara ekki í stjórn. Þannig að stjórnarandstaða þarf ekki að vera samstilt um hluti, en nú þykir menn þægilega að láta umræðina snúast um stjórnarandstöðu og þetta myndi mig á umfjöllununa
fyrstu vinstristofuna 2009 til 13, þar sem að umfjöllun fjölmiðla snerist aðalegum gagnrýni á stjórnarandstöðuna, ekki ríkisstjórnina. Af því að, ég meina, þeir voru margir hverjir að ég mati búin að fá sína stjórn Akkurat. og með þessi áramótaskaupin snerist að gera grínað fyrst og fremst að stjórnarandstöðinni. Stjórnin var alltaf tekin fyrir, sko, var alltaf nefnd. Uh, en, uh, en, en ríkismiðlarnir lögðust á eitt að reyna að halda stjórnarandstöðinni í skefjum. Það er náttúrulega ekki beinlínis lýðræðislegt þegar að ríkisfjölmiðl gengur fram með þeim hætti. Nei, hvað ætlir RÚV sé komið núna? 10 milljarða með auglýsingum og þjónustutekjum? Það hlýtur að vera nálgast það. Ég myndi halda að það En væri þá tökum við ekki með sko, systurmiðl nú. Nei, Kjarnan og Stundina og Heimildina og hvað þetta heitir allt saman. Nei, akkurat. En það er nú orðið eitthvað svona, það er nú svona fjöðrónum farið að fækka, er það ekki? Er ekki ritstjórnin þar meira og minna öll komin á launaskrá Alþingis? Jó, nokkur til RÚV, hinir þingið. Já, akkurat. Til Samfylkingarinnar aðalega. Það er búið að fækka svo hérna á ritstjórninni að fækkuðu þeir ekki útgáfutugum úr hvað 4 niður í 1 í mánuði. Já, það er, ég fylgist ekki nógu með þessu. Nei, ég sá bara einhverja fréttum þetta, ég lesi þetta aldrei. En þetta er svona hérna, en síðan er spurning sko, hvers er að vænta í haust? Sko, það er náttúrulega nú þegar og það var nú eftir hennar ríkisstjórnarfund á þriðjudaginn sem það var nú viðtal við, nú erum við að taka upp á miðvikudagskvöldi og það var sem sagt viðtal við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í Morgunblaðinu í morgun, sem sagt miðvikudagsmokkanum eftir ríkisstjórnarfund þriðjudagsins. Og þar, í fyrsta lagi, krútlegt að hérna, hún hafði bara væntingar mjög gott samstarf stjórnar og stjórnarandstöðu strax í haust að hérna, ég hef svona áhyggjur að því að svona fyrirsvarsmenn samfylkingar Viðreisnar og, já, það skiptir ekki máli samfylkingar og Viðreisnar, átti sig ekki á þeirri stöðu sem að flokkarnir komið þingin í núna undir þinglok. Já, núna mæta þeir og segast vonast til þess að nú muni, ég er endurorða, að nú muni stjórnarandstaðan hlýða og vera þæg og það sé bara enn á borðinu sko, það boða öll mál klárist hratt og vel. Það skipir ekki bara silt, þau söktu því. Þannig að það má alveg gleyma slíkum pælingum. Og sérstaklega þegar að stjórnin gengur fram með þeim hætti sem við höfum hort upp á í sumar, að sýna í rauninni almenningi að standa ekki til að halda fólki upplýstu gang mála, það sé ákveðin markmið ríkjandi, sérstaklega markmið að tróða Íslendingum í Evrópusambandið með góðu vílu og þá megi bara segja hvað sem er til þess. Á stjórnarandstaða bara láta slíkt við gangast. Það er nú bara beinlínis hlutverk stjórnarandstöðunnar að spyrna við fótum þegar ruglið með þessum hætti. Og það er nú þannig að sko, ef það er einhver nöfn, eintök, einstaklingar sem að Viðreisn og Samfylkingin fyrirlíta af svona eins og þau hafa afl til. Ætli það séu þá ekki Donald Trump annars vegar og Viktor Orbán hins vegar. En það er nú bara hérna, svo allra sanngirni sé gætt. Þá eru þau nú bara að nota svona mörg leikkerfin úr bókum þessara tveggja sem að þau gagnrýna sem mest í aðraröndina. Þetta er svona, sko, eins og við sjáum bara, það er bara eins og þingið sé til vandræða, sé fyrir þeim sem sitja við ríkisstjórnarborðið. Ég man ekki eftir þessari stöðu í langan tíma hvað afstöðu ríkisstjórnar til Alþingis varðar. Nei, það er alveg rétt. Þetta er nýlunda.
En síðan er sko áframhaldið, sko verða, ég meina það nú þegar, og það kom nú fram í viðtali við Kristrúnu í Mokkanum í morgun, að bara sko, nú er bara næst á dagskrá er að leggja til allu við ferðaþjónustuna, búið Já, að leggja til allu við sjávarútveginn, síðan er nú væntanlega bara aukin skattheimta á aðra þætti, orkuna, stóriðju og hvað annað sem það kann að vera. Svo náttúrulega bíða handan við hotnið flugskattarnir hérna frá Evrópusambandinu og áfram mætti telja sko. Og þetta er náttúrulega engin já, smá áhrif sem þetta getur haft á ferðarþjónustunum til dæmis að ef flugskattarnir og auknar álögur hér innanlands í sértækum sköttum á ferðarþjónustuna er að koma á svipuðum með sama tíma. sko, nú skal ég Það, aftur nefna það sem ég var að tala um á. og ég er engin sérstakur áhugamaður að þú fáið meira heitt vatn í pottiðin sko. Ég vil bara ekki Nei, að nei, ríkisstjórnin sko eyði allri sinni orku í að berja lappirnar undan grunnatvinnuvegum þjóðarinnar. nei, nei, og þetta með heita vatnið er svo sem kannski lúksusvandi hér í sveit, það er bara, eru það margir búin að flýja Reykjavík að hér verður byggst upp á skömmun tíma Sem er bara og það frábært. þarf, sem er bara frábært fyrir sveitina, það þarf meira heitt vatn, Mm. en þá þarf auðvitað leyfi til þess að framkvæma og víða skortir á það. Sástu frétt sem ég skrifaði nú reyndar á samfélagsmiðlum, frétt það að fyrirtæki sem hafa með næsta tilbúið í einhverja framkvæmdir á Suðurnesjum, það var á öryggissvæðinu við Keflavíkurflugvöll, það var með lægsta tilbúið en það Já, fékk ekki samning af því að byggingastjórin með með áratuga reynslu, áratugareynslu, ég trilltist þegar ég sá þetta. já ég er ekki eins og Þetta því, er þú veist þú, algjörlega óþolandi. gaman Komandi úr þessu, byggingakarl, komandi já, úr þessum geira, þar sem maður já, sér bara tjónið sem verður af því að einhvern reynslulaus lið sem ekkert kann en er með fína gráðu, hérna, tekur yfir verkefni og stýrið þeim í strand. Þetta er algjörlega óþolandi. Algjörlega ef þessi óþolandi. gæi með sína áratuga reynslu af nákvæmlega þessu hefði verið með masterskráði í kynjafræði, Mm, ætli það hefði dugað hann til að fá starfið eða þarf það að vera á þessu sviði, ég veit það ekki, en þetta er allt orðið svona. Þetta er allt orðið svona, það er einhverju box sem maður þarf að tikka í, það er einhverju stimplar sem menn þurfa að hafa og, og svona það sem er kallað á ensku value-based society, það er að segja samfélag sem byggir á verðleikum. mm, Það bara virðist vera líðandi lok hérna já, í kraft einhvers kerfisræðis og Excel-skjala. já, já. Sjáðu bara þegar menn sækjum vinnu í opinbera kerfinu. Hvernig eru þeir metnir? Eru þeir metnir út frá því hversu góðir þeir eru, taldir vera í að sinna því hlutverki sem að þarf á að halda, reynslun í því hlutverki út frá viðtölum við einstaklingin? Nei, ég held að sé bara aðal út frá því hvaða gráður þeir eru með og hvernig þeir fylla í einhver box og þannig eru menn ráðanir Já, og og því þetta meiri, er ekki gæfilegt. nei, og því meiri skaðmentun, betra. Já, 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 já. Ég ætla ekki að nefna starfið en við heyrðum svo á ákveðnu starfi nýverið þar sem að fjöldin allar af hæfi fólki að sækja og margir þeirra sem að maður svona, þó ég þekki fátt að þessu fólki persónlega, en margt svona fólk sem að maður þekkti vel til og talið mjög fært fólk, það fikk ég einu svona komið í viðtal Nei, mitt. af því að tölvan sagði nei. Mm. Það, Þetta er engin leið til að reka samfélag. nei, það er nú málið, sko, og þetta er einhvern svona innviðirnir byrja einhvern veginn að fúna og rotna innan, sko, þegar sko reynsla, þekking, kunnátta verður sko einskismetin, Já, gengur allt út á stimpilinn. Ágætur sem stimpill getur verið, sko, en það má ekki vera það eina sem stýrir. nei, Hérna, heyrðu, en þetta er hérna, en síðan er annað sem við verðum eiginlega að nefna þess. Það eru þessir, hérna, þessi
tollamál annars vegar gagnvart ESB og hins vegar Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega já, algjörlega ótrúleg staða sem er uppi á Grundartanga hjá Elkem að þar sé í rauninni sko vegferð sem fór af stað að beiðni þessara fyrirtækja að það erði sem sagt innleidd vernd bara vegna framgöngu fyrirtækja á svona Kazakstan, Indland, Kína sko já, það sem undirboð, dumping. undirboð, dumping nákvæmlega að sko að þetta fór af stað beiðni að vernd yrði innleidd vegna þessa fyrir Mhm, framleiðendur járnblendis og reyndar var kísillinn líka eins og framleiðendur á Bakka innan þeirra beiðni í byrjun. mhm. Og hvað gerir svo? Kísillinn fer ekki, semst, verndartollarnir eru ekki innleiddir gagvart kísilnum, en Já, síðan enda sko Noregur og Ísland öfugum megin hryggjar. Og þetta er já, einhvern veginn sko svo æpandi augljóst brot á EES-samningnum. já, já, það er Og, það, og, algjörlega. og, og sko bara hvernig, og hvað sýnist þér einhvern veginn, mér finnst það einhvern veginn bara blasa við að niðurstaðan hljóti að verða svo að Evrópusambandið sko svona fera villum síns vegar í þessum efnum, sko þetta er svo galin nálgun en hvernig svona horfir þetta við þér? Já, það er default niðurstaðan. Ef að það gerist ekki, þá er eitthvað mjög mikið að. Mm, Þá hefur utanríkisráðherrann og ríkisstjórnin klúðrað málum algjörlega. Ef að Evrópusambandið leiðréttir þetta, þá er það bara henni eðlilega niðurstaða já, já, akkurat. sem að maður skildi vænta. Bara dálítið eins og í En, ISAF-forðum. já, en ef að undirgefni þessari ríkisstjórnar gagnvart Evrópusambandinu leiðir til þess að það verði ekki leiðrétt, þá ætti þessi stjórn að fara verulega að velta fyrir sér nálgun sinni á samskipti við þetta bandalag. Mm Því að það er alveg að tæra að þetta er í andstöðu við samningin. En ég skoða þetta vel á sínum tíma. Hann leifir hins vegar tolla aðgerðir eða refsa aðgerðir gagnvart þeim sem er að dömpa á þennan sameinlega markað, markaðin. Dömpa fyrir þá sem að þekki ekki til því að það er verið að henda niðurgreiddri jafnvel umfram framleiðslu á markað á undirverði. Verði sem er jafnvel töluvert lægra heldur en framleiðslu kostnaður. -hmm. Og þetta hefur stundum verið gert til þess meðal annars að drepa keppinautina og þegar það er frá þá hækka menn verðið. Já, já, akkurat. Og einmitt þess vegna leifir bæði alþjóða viðskiptasamningurinn WTO, alþjóða viðskiptastofnunin og EES-samningurinn aðgerðir til að bregðast við slíku og koma í veg fyrir það. Það er ekki neitt slíkt að ræða af hálfu Íslands eða Noregs eftir sem ég best veit. Því að hér höfum við ekki aðeins uppfyllt allar þessar oft á tíðum gölnu kröfur Evrópusambandsins skrifræði og gjaldtöku. Borgum Alls konar græna gjaldtöku milljarð ofan í þessi já, ETS losunarkerfi og þetta þessi gengur lengra. tvö lönd borga hæstu laun á byggðu bóli, sko. Það er ekki eins og að sé verið að sko fara illa með starfsmenn. Nákvæmlega. Og við höfum jafnvel gengið lengra Íslandingar eins og í tíð síðustu ríkisstjórnar þar sem að ráðherra bara kom og lýsti því yfir að við þyrftum að leggja okkar af mörkum og tókum bara ekki skylda til. Við þurfum bara að sína lit og leggja okkar af mörkum og þess vegna voru gjöld að ósekju, ástæðuleysu, hækkuð á flutninga til og frá landinu og flug til og frá landinu. Þetta með bæði flugið og flutningan er eitthvað sem við oft nefnt í þessum þáttum á síðust 20 árum, en þetta er í rauninni algjör skandall þó þetta sé ekki búið að koma í ljós. Þetta fer að birtast núna held ég á næsta ári fyrir alvöru og svo þar næsta og svo næst. Markmiðið með þessu, það var yfirlýst markmið, að draga úr flutningum og draga úr ferðum fólks til útlanda. Og Ísland sem er eins og margir þekkja eyja norður í hafi og ekki með lestasamgöngur
tilgangurinn var ekki hvað síst sá að færa þessa flutninga á fólki og vörum yfir í jafnbreyttalesta. Nei, nei, akkurat. Það verður Það fyrir okkur. ákvað að taka þátt í þessu til að sína Evrópusambandinu undirgefni. Við erum þjóð og meðal þjóða. Já, Fullkomin og della. þetta er þakklætið Mm, sem við fáum. akkurat. Og sko fyrirtæki búin að borga sko milljarða og milljarða ofan í þessi ETS-gjöld og hérna semst losunar heimildir og hvað þetta heitir allt saman til að vera partur af innri markaðnum og svo Já, kemur ljós að menn eru það ekki þegar á reynir. já. Algjörlega ótrúlega staða. En síðan er hinum megin En sástu viðtalið við forsætisráðherra sem að vorkenndi Evrópusambandinu að þurfa að nei, standa í þessu, að ég leggja þetta á. mista því. Ja, þetta er allt svona. Samúðin liggur hjá ESB. Þetta er auðvitað erfitt að vera í svona koktelum í Brussel sko. Við verðum að sína einhverja sanngirni. Já, Veitu, hvenær var já, þetta? Ég það nú bara að finna þetta. Þetta er nú hljóma nú alveg það galið. var fyrir svona rúmri, þetta var fyrir cirka viku held ég. Í sjónvarpi. Já, ég las þetta bara á netinu. Já, Ég held að verið upp úr annarkvæmt út og segja svona svutli. já, ég þarf að finna þetta. En síðan er hinum megin, erum við lent í 15% tolli gagnvart Já, Bandaríkjunum og sko, ég verð nú að viðurkenna, ég er óskaplar hættur að það sé verið að kokka upp einhverja tillögu í einhverju viðreisnarráðuneytinu þar sem að landbúnaðinum verður fórnað til að reyna að lempa þetta mál með einhverjum hætti í staðins að leggja fram svona skynsamlega tillögu sem snúa fjárfestingu og svona hlutum sem getur gagnast báðum aðilum raunverulega. já, mann hefur nú bara heyrt af því og þú eflust líka að það sé helsta hugmyndin í utanríkisráðuneytinu að fórna landbúnaðurinn í samskipti við Bandaríkin. Og við erum búin að nefna margótt. Ég veit ekki hvað ég farið í margar fyrirspurnir á forsætis- og utanríkisráðherra það hvort þær væri að gera eitthvað í að koma á sambandi við Bandaríkin Nei, nei. til að útskýra sérstöð okkar gagnvart þeim í þessum dollamálum. Það barst aldrei neina svör. Eina sem við þó vitum er að það hefur enginn úr íslensku stjórnkerfinu haft samband við Bandaríkjaforseta. Ólíkt öllum hinum Norðurlöndum. Mhm. Finnlandsforseti sem fer með utanríkismál þær í landi, hann fór og hitt hann tvisvar, spilaði með hann á golf Já, já, akkurat. og seldi honum 3 ísbrjóta Mm. frá Finnlandi. Hér er einhver mikil feimni við það að vera yfir höfuð í sambandi við Bandaríkin sem að hafa þó reynst okkur mjög traustir bandamenn áratugum saman. Ég veit í Gerðu, athygli í Morgunblaðinu í morgun að Þorgerður Katrín gerði sérstaklega sko grein fyrir því að þeir í Sviss hefðu nú lent í þessum miklu tollavandræðum síðunum eftir að þeir urðu fyrir því óláni að ná sambandi við Bandaríkjastjórn. Þannig að það var einhvern veginn verið svona að réttlæta að lítið hefði verið aðhafst í stjórnarráðinu hér heima. já, Sviss fekk á sig mjög háatólla. Hvað má lesa úr því? Jú, annars vegar það að þessi ríkin er ekki öll tekin saman Nei, Sviss er þetta ekki ES, en EFTA-ríkin er ekki öll tekin saman. nei, akkurat. En einstað að Sviss hefur náttúrulega verandi gríðarlega öflugt útflutningsríki með hávirðisvörur hefur verið í mjög miklum plús gagnvart Bandaríkjunum í vöruskiptum. Ekki geta borða allt þetta milkasúkkulaði sjálfur. Nei, og úrin og tækin og já, þeir framleiðis ýmislegt, þeir eru snellir. Já. En Ísland hefur hins vegar verið í mínus í vöruskiptajöfnuði allavega samkvæmt íslenskum hagtölum gagnvart Bandaríkjunum og munar það töluverðu. Og hefði ekki mátt benda á þetta. Já.
Ég Svo, held svo, svo, að, svo er líka annað vandamál í þessu sko. Það eru tölurnar, það virðist vera sko, svo mikil skekkja í því hvernig sko, aðilar sitt hvorum megin hryggjar að horfa á tölurnar. Ég held að það muni 50 miljörðum á ári í mati bandarískra stjórnvalda og síðan íslenskra á því hver viðskiptastaðan er. já, já, það hefur eflaust einhvað með það að gera hvernig til dæmis ál er Ég held flutt þetta út liggja stæðstum hluta í lyfja hérna framlýslunni. og lifin, já, Já. einmitt. Og sko þetta er nú, að því að þetta er nú ekki nýtt vandamál, ég meina það var nú sko, sjáum bara sko 9-13 stjórn Jóhannu og Steingríms, þar var náttúrulega allt í hersöndu varðandi allar hagtölur og viðskiptajöfnuð og erlendastöðu þjóðabúsins og þar fram til göttunum og ég meina það fékkst engin botn í það fyrir en að þín ríkisstjórn tók við völdum. Já, já, Þannig að mönnum eiga það nú til að vera mislaðar hendur í að leggja mat á þessa þætti. Og á sama tíma sko fáum við þá nú aftur svo ég vísa enn einu svona í Morgunblaðið í morgun sko að þar var verið að flytja fréttir af því að dómsmálaráðuneytið hefði bara ekki hugmynd um það hversu margir útlendingar væri í fangelsi á Íslandi og þarfum til göttunum eða hefðu hlotið refsidóma og dóma almennt og verið ákærðir. Dálítið á svipuðum nótum og fyrirspurn sem ég fekk svar við í þinginu núna einhvern tímann í vetur. já, Þannig að já. sko hvernig ætla menn að taka sko ígrundaðar ákvarðanir um nokkuð skapaðan hlut ef að þeir hafi ekki sko talnalegu forsendurnar og staðreyndirnar á hreinu. Já, já, nákvæmlega. Uh, en, en svo er náttúrulega aðalatriðið að samskipti milli þjóða og þá á forsendum hverjar þjóða fyrir sig skipta mjög verulegu máli og við Íslendingar höfum vanrækt samskipti við bandarísk stjórnvöld allt of Já, lengi já, já, og fyrir bandaríkjamenn ekki hvað síst þá skiptir þetta máli. Við talum ekki með þennan forseta. Það skiptir máli að vera í sambandi og komast að og útskýra minna á að við séum bandamenn og vinir. já, já, einmitt. En þetta hefur verið vanrægt og ekki bara það heldur hefur stundum virst eins og þessi stjórn væri kannski sérstaklega viðreist náttúrulega væri að reyna að styggja Bandaríkin Já, já, í því hvernig menn tala og hvað er ályktað með hinum á þessum. já, það er eins og þessi sérstætt markmið á köflum. Ég fann þetta, þessa frétt sem ég var að vísi, ég fann þetta á MBL, þetta er nú bara 8.8. Þetta er nú ekki gömul frétt. Já, bara 5 daga gömul. Vísaði í Rás 2, viðtal þar. Bara að lesa hérna byrjuna á fréttinu á MBL, Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir ákvörðun Evrópusambandsins, ESB, að ráðist í aðgerðir vegna fyrirhugaðar tollasetningar gagnvart EFTA-ríkjunum. Nei, segir ok, ég byrja aftur. Segir ákvörðun Evrópusambandsins að ráðast í aðgerðir vegna fyrirhugaðar tollasetningar gagnvart EFTA-ríkjunum er snýr að kísilmálmum og járnblendi ekki vera léttvæga ákvörðun fyrir sambandið. Og ok, kannski ekki, en ég efast að þessi ríkisstjórn hafi gert Evrópusambandinu þessi ákvörðun þungbærari með hvernig hún hefur nálgast fulltrú ESB. Nei, það er ekkert sem bendi þess. En sko, það þarf nú aðeins að En minna... það var nú annað. Forsætisráðherra neitaði að tjá sig um þetta í meira en viku, var það ekki? Já, óskiljanlegt alveg. Já, Og það er eiginlega alveg sko, á meðan hún var ekki sko í frí á tunglinu. Þá er ekkert mál að taka upp síman í 5 mínútur og svara einhverjum fjölmiðlungi og svona gefa upp einhverja afstöðu gagnvart málinu, sko, því að ekki er það smálegt. Einmitt. Þannig að þetta er þetta er búið að vera, svona, ég held að sé alveg hægt með sanngirn að segja að svona það hvernig þeim valkyrjónum hefur
haldist á málum í sumar frá því að þessi kjarnorkusprenging varð í þinginu þarna um miðjan júlí og nú er svona já, á morgun er réttum mánuður síðan að þingi var slitið að sko það er einhvern veginn ekkert sem bendir til þess að svona hlutir verði með skynsamlegri hætti, reknir áfram með skynsamlegri hætti í haust heldur en gert var á þessu fyrsta þingi þessara nýju ríkisstjórnar. Þannig að ég er nú svona hræddur að bæði hagsmunagæslan, hvort sem það er gagnvart Evrópusambandinu eða Bandaríkjónum, rekstur mála hér heima þar sem virðist bara einarðlega eiga að halda áfram að vaða í þessar grunn atvinnuvegi landsins. Þetta er einhvern veginn allt á sömu bókina lært og við í stjórnarandstöðunni væntanlega bara sett í þá stöðu að þurfa að vera í linnulausum slag að verja hagsmuni lands og þjóðar. Já, já, það verður bara þannig. Þetta er búið að vera óvinnlegt sumar að því leyti að það er búið að sína á spilin hásumar Akkurat. og þá er bara að bregðast við því í samræmi við aðstæður. Já, já, nákvæmlega. Heyrðu, við förum að segja þetta gott í dag eða ekki, svona það styttist í teipinu en þú ætlar að keyra þvert yfir landið á næstu dögum eða ekki? Jú, ég er að fara á sumarhátíð Miðflokksins á þeim stórkostlega stað, Miðvík, stundum kallað Grenivík Já, og þar verður gaman að hitta félag okkar, grilla og já, eflaust mun einhverju syngja, ég veit ekki hvort ég get lagt mitt að mörkum í því. það vantar alltaf bassa. Nei, það verður mikið húlum hæ og bara allt miðflokksfólk sem er að hlusta endilega rennið á svæðið. Þetta verður á Grenivík Já, á laugardaginn. föstu á laugardag, já. Föstu á laugardag, já, nákvæmlega. Þannig Já, að aðalega laugardaginn, já. já, þannig að þetta verður heljarnar húlumhæ og svo viku setna verður golfmót Miðflokksins Já, 22. já, ágúst. 22. ágúst og það verður haldið hvað heitir náttu völlurinn Uh, Þannig, þetta er bara hérna í Biskupstungum. já, já, já. Já, og meðan að þú flettir þessu upp þá þetta er vandræðilegt. Nú kem ég upp að ég er náttúrulega ekki golfarinn í þessum þingflokki. Nei, en ég er það. Þannig að þú ættir að vita þarna. Ég hef ekki spilað samt og ert þarna í heita pottinum bara 20-30 ár en ég var, eins og ég hef margótt sagt þér, var skilgreindur sem undrabarn í golfi. Já. Þegar ég prófaði þetta fyrst og fekk golfsett í jólagjöf frá Fromni og svo týndist það í svona áratug. Það var til að fannast upp á háalofti á foreldrum mínum þegar þeir voru að flytja úr æskuheimilinu en þá var hann þegar búin að gefa mér nýtt sett í jólagjöf. Þannig að ég veit ekki hvernig ég á að taka þessum skilabóðum en ég get ekki tekið öðruvís en svo að ég þurfa að fara að láta á þetta reyna, finna þessi hæfileika aftur. Akkurat, ég mæli með því sko, þetta eru góðu göngutúrar sem þessu fylgja. Heyrðu, þetta er sem sagt í opna miðflokksmótið, það er 22. ágúst, það er golfvöllurinn í Úthlíð í Biskupstungum. Úthlíð, já, alveg rétt. Og það er Texas Club fyrirkomulag. Stefán Einar er hvað er þetta kallað? Mótstjóri? Mótstjóri, já. Já, og þetta verður mikið húlumhæ. Texas Scramble er mjög gott fyrirkomulag fyrir þá sem er ekkert sérstaklega góðir í golfi en geta náð svona stöku höggi. Ertu að segja ég eigi séns? Þú ættir alveg séns í þessu, allavega til að ná einu eða tveimur almennum höggum. Því að það virkar þannig að það eru tveir saman í liði, menn spila 4 saman, 2 og 2 og það högg
sem er betra, það gildir Já, hjá hvoru liðum sig og menn þá slá frá þeim stað þar sem að betra höggið lendi. þannig að þetta snýst þá meira um að finna góðan makker heldur en að vera góður, Já, já, þegar gengur maður upp er á það. lélegur. Já, Þetta er spennandi. En þarna á gólmótið er hægt að skrá sig, það er hægt að fara inn á bæði miðflokkin á Facebook og síðan sömuleiðis á heimasíðu flokksins, þannig að bara fyrir alla gólfáhugamenn þá hvetjum við til skráningar. Þetta er aðra helgi og grillið næstu helgi á Greinivík, já. gólmótið í Úthlíð aðra helgi. Þetta er bara, það er allt í gangi. Ég held að menn þurfa ekki að vera skráður í flokkin til að taka þetta þessu móti, þannig að við getum átt von á einhverju þjóðmálafólki til dæmis sem að Já, ætlar að koma bara að taka þetta yfir. En það ég er bara að hvetja fólk til að láta á það reyna. mm. Þetta þá stendur þú fastur fyrir og með dræverinn í öllum höggum. Já, já, ég nota eiginlega bara þrjár kylfur í mestalagi. Mm. Ég nota dræfir Mm. til að koma mér að stað og svo er ég með yfirleitt sjöuna frekar en níuna Mm. og svo púttirinn. Þá þarf maður ekki að vera að droslast með þungan golfboka, bara haft þessar þrjár kylfur og það getur alveg skilað árangri. Já, ég hugsa að ég myndi láta duga pútter og sjö. Ég held að Já, dræverinn gamli kúluvarparinn hafi ekki svona mildina í sér til að höndla dræverinn skynsamlega. ég hef nú tekið upp af sökin oftar en einu sinni Mm. í golfmótum miðflokksins og bara gengið ágætlega en, en púttin hafa stundum verið erfið hjá mér. Ég þarf að mæta á líklega minigolfu og ef mig í. Já, ég nefnilega var í verðlaunarsæti, held ég hafi verið í öðru sæti með honum Annasi í Grindavík, allir ekki 3 ár síðan. Já, Ég held að það hafi ekki verið mörg högg hjá mér sem að töldu í því uppgjöri. þetta mót fór yfirlega fram í Grindavík og, og bara reyndist svakalega vel og skemmtilegt. Þannig að við hvetjum hlustendur til að mæta annarkvort bara einir eða safni í lið. Það verður öllum vel tekið. Já, akkurat. Það verður engin álitin svona utangarðs sem að mætir á mótið. Nei, Uh, það er enga líkur á því sko. Þannig að þetta verður mikið stuð og þannig að þeir sem eiga heimagengt til Grenivíkur núna helgina endilega mæta þangað og síðan golfmótið viku seinna í Úthlíð. já, Heyrðu, ef ekki að segja þetta gott í dag, bara kæru áhorfendur, bara takk fyrir að viltu hlusta. segja fólki hvar það getur fundið meira upplýsingar Já, ef menn sem vil sagt, ekki keyra af stað upp á von og ofan? já, það er sem sagt golfmótið, þar er hægt að skrá sig bæði á Facebook síðu miðflokksins í gegnum link sem þar er og sömuleiðis á Já, heimasíðu flokksins, miðflokkurinn.is og mhm, síðan eru upplýsingar grillið, sumargrillið aðgengilegar þar sömuleiðis bæði á Facebook síðunni og á heimasíðunni. Þannig að endilega já, skella sér þar inn, glöggva sig á tímasetningum og þar fram til göttunum skrá sig á golfmótið og mæta síðan og hafa gaman af. já. Það er bara eitt sem vantar um þátt, Bergþór. Mhm. Ég hef búin að segja þér áðan að ég væri búin að vera að gera við dráttarvél. Þú hefur ekki Heyrðu, sagt orð á því. I had one job, Já, ég man það núna. Heyrðu, við þetta til að ég gangist við mistökum mínum, þá mm, get ég upplýst áheyrendur það að ég var svo stoltur af formanni miðflokksins fyrir í dag þegar ég komst að því að hann hefði varið deginum og undanförnum í að koma dráttarvél úr sporunum. Er þetta ekki svona rétt mhm, lýsing? já, 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 Og það tókst. það tókst. Vel gert. Þetta er Uh, hringrásarhagkerfið. Ég er enn að vinna í þessu en er jafnvel að vonast til að ná seinni slætti á morgun. Já, þetta þetta er sko full ástæði til að reykja sér af Aðað þessu. til að heyrðu upp heyið sem var eftir. Þú getur ekki trúað því hvað það veldur miklu tjóni
á túninu, Mm. grasinu, ef þú heyrðir ekki upp allt heyið og það fær að liggja og blotna, Já, 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 já. þá, Bara brennur þetta allt og það er allt já, saman, sko. já, Já, já. Þannig að þú ert í raun í því að bjarga verðmætum núna. já, já, Semst ekki heyinu heldur grasflötunni. já. Mm. Þetta er til mikillar fyrirmyndar og og Nú svo, vantar mig bara búfé, þannig að ég geti losað mig við grasið. já, Uh, ég meina, en, er það ekki? Ég meina, það á eftir að setja á þetta haustið, þannig að já, já, það skipir ekki silt. vel veit. Ég held að, sko, Sigmundur Davíð sauðfjárbóndi. Þetta er, Ég bað konuna í dag að kalla mig hér eftir Sigmund Bónda. já, Hún tók því bara vel. já, ég bara, það kemur mér ekki á óvart. Þetta á eftir að, þá eitthvað meira jákvætt eftir að koma út úr þessu. Annað en að þú komið á daginn að þú sért, vélamaðurinn við beinið. Já, já, þetta er bara gammal draumur. Já, nákvæmlega. Heyriði kæru Yep. áhrendur, takk fyrir að hlusta í dag. Við mætum aftur að viku liðinni og þá verður nú farið að styttast heldur betur í að þing komi saman. Það kemur saman, býtum nú við, það er alltaf annar þriðjudagur í september og núna er það 9. september. Það er og þá er þingsetning, stefnuræða verður væntanlega þann 10. Þannig að mánudaginn 8., með minnir að það séu 2 dögum fyrir, þó að þessi ríkisstjórn sé nú ekki mjög upptekin af því að fara eftir þingskaparlögum, þá ætti málaskrá stjórnarinnar að birtast þarna á mánudaginn 8. Og þá Já, svona sýna þau á spili hvernig þau ætla að haga sér þennan þingveturinn. Ég og þá verð ég búin að heyja allavega tvisvar. þá eru þú búin að heyja allavega tvisvar, sko. Þetta verður það eru spennandi tíma framöndan. Það er ekki langt í 8. september. Það er Nei, bara 1, 2, 3,5 vika. já, 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 tæpa fjórar, sem maður námyndi nú í rétt ár. En þetta er en það er allt komað fullt. Ég var á viðtali í Útvarpi Sögu í dag og fór síðan í já, dagmála upptöku á já, það er Morgunblaðinu. það. Þau verið birt í fyrramálið og þannig að þetta er alltaf rökk í gang og mikil eftirvænting og greinilegt að svona hérna talandi stéttir er að svona velta því fyrir sér hvernig þingi fer að stað í haust svona í ljósi þess hvernig þetta endaði núna í júlí. Já, já, ég er ekkert vissum að þessar sumu stéttir verði ánæður, Nei, nei, það er ekki víst. en Mm. það er ekki okkar vandamál. Nei, nei, nákvæmlega. Heyrðu aftur, kæra þakki fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst að viku liðinni. Segjum þetta gott. Bless, bless. Takk.